Praise the Lord. Welcome to Omega Channel. Lofaði sé Guð, velkomin á Omega. My name is Bishop Simon. I have a church in London, England. Ég heiti biskup Simon Iheanacho og ég leiði kirkju í London, Englandi. Brother Eric is a personal friend. Bróðir Eiríkur, hann persónulegur vinur minn. And God has given me grace to visit this beautiful country called Iceland. Og Guð hefur gefið mér náð til að heimsækja þetta fallega land, Ísland. Anytime I come here, I feel as if I'm in heaven. Þegar ég kem hingað, þá líður mér alltaf eins og ég sé á himnum. Because God gave me a special vision concerning the nation of Iceland. Guð gaf mér nefnilega sérstaka sýn varðandi Ísland. Before I met Brother Eric in London, áður en ég hitti Eirík í London, God gave me a vision of Iceland 10 years before. 10 árum fyrr hafði Guð gefið mér sýn fyrir Íslandi. And God showed me where I was in a bus station in Iceland. Guð sýndi mér það sem ég var staddur í strætisvagnaskýli á Íslandi. And then somebody came and picked me from that bus station. Og síðan kom einhver og tók mig frá stöðinni. 10 years after I met Brother Eric in London in Ascot. 10 árum síðan þá hitti ég Eirík í London á stað sem heitir Ascot. Where Brother Maurice Rollo was having a conference. Og þar var bróðir Maurice Rollo að halda ráðstefnu. I didn't know where Iceland was geographically. Þá vissi ég ekki hvar Ísland á landakortinu. And I didn't know much about Brother Eric. Og ég vissi ekki mikið bróður Eirík. But when I met him, en þegar ég hitti hann, we were talking. Þá fórum að spjalla. The voice of the Lord spoke to me. Þá talaði rödd Guðs til mín. Sow a seed into his ministry. Sáðu sáðkorni í þjónustu Eiríks. And I said to myself, og ég sagði við sjálfan, I don't have anything to give to him. Ég á ekkert til að gefa. The Holy Spirit said to me, Heilagur Andi sagði mér þá, but you have just released your CD, Sing Africa 2. En þú hefur það bara nýlega sem þú framleittir CD-diskinn Afríku. Go and donate the CDs to him. Farðu og gefðu honum þessa CD-diska. Then I went and asked him whether he would receive these CDs. Þá fór ég til Eiríks og spurði hann hvort hann vildi þiggja þessa diska. He said yes. Hann svaraði játandi. I took members of my church, we went back to my office. Ég og meðlimir mínir úr kirkjunni fórum aftur á skrifstofuna. And we carried 1,000 pieces of the CDs. Og við fórum og bárum 1000 CD-diska. And this CD we are selling each one of them £10. Og við seldum þessa diska á 10 pund þá. So we brought him 1,000 pieces. Þannig að við færðum honum 1000 CD-diska. And we gave it to him. Og við gáfum honum þá. I was released in my spirit. Og ég fann bara til léttis í anda mínu. A few months after that, nokkrum mánuðum síðar, Brother Eric called me. Þá hringdi bróðir Eiríkur til mig. Asked me if I would visit Iceland. Og bað mig að heimsækja Ísland. And when I visited Iceland, og þegar ég heimsótti Ísland, I was amazed. Þá var ég undrandi. He brought us straight into the studio. Hann fór mig beint inn í þetta sjónvarpsstúdíu. And on the table was my CD, Sing Africa 2. Og þarna á borðinu var þessi CD-diskur, Söngur Afrika 2. And he was giving that out freely to his partners. Og þennan disk var hann að gefa ókeypis til stuðningsmanna sinna. Now we began to preach on Gospel Channel. Og þá fórum að predika líka á Gospel Channel. Covering the whole of Europe. Sem næri til allrar Evrópu. And then he was also connected to the satellite covering Scandinavia. Og síðan þá var stöðin tengd við gerfinhött sem náði yfir Skandinavíu. That meeting changed my ministry. Og þessi fundur okkar hafði þau áhrif að þjónusta mín tók miklum breytingum. Before I could finish on that visit, áður en þessi heimsókn endaði, the Lord reminded me the vision he showed me 10 years before. Þá myndi drottinn mig einmitt á sýnina sem ég hafði séð 10 árum fyrr. That I would come to Iceland. Að ég myndi koma til Íslands. So God is an amazing God. Og Guð nefnilega stór merkilegur Guð. He's a God of times and seasons. Hann Guð ástíða og tíma He knows everything about us. Hann veit allt okkur. The Bible said that before we entered our mother's womb, God knows us by name. Guð sagði áður en við fórum inn í hvið móður okkar, þá þekkti hann okkur með nafni. So whenever I am in Iceland, því að hversinn sem ég á Íslandi, I find an apostolic anointing on my life. Þá finn ég til postulegar smörningar á lífinu mínu. Because I believe God sent me to come. Vegna þess að ég trúi því að Guð hafi sendt mig so hér. I feel free to share the gospel. Þannig finn ég mig frjálsan að deila með ykkur fagnaðarerindum. And to speak as God has given me utterance. Og ég hafi frelsið til að tjá mig eftir því sem Guð gefur mér í anda sínum.
And I feel such a great love og ég finn til mikils kærleiks from Brother Eric, frá bróður Eirík, his family, fjölskyldu hans and all the members of Omega Channel, og frá öllum meðlumum Omega sjónvarpsstöðvarinnar and the people that work in the studio. og allt fólki sem kemur hér í I þetta have stúdíu. never experienced such a great love of God Ég hef aldrei reynt slíkan kærleika Guðs and simplicity and gentleness. og einfaldleika og blíðu I am humbled og ég er bara auðmjúkur by this experience. vegna þessarar reynslu hér. And whenever I go back to London, England, Og þegar ég sný aftur til Englands I remind members of my church how great this nation is. og þá mun ég minna meðlumi kirkju minnar hverslas þjóð hér er. And I believe this relates to the calling for this nation. Og ég held að þetta tengist köllun þessara þjóðar, íslensku þjóðarinnar. Brother Eric tells us story how God called him to start a Christian television. Guð hefur deilt með okkur sögunni hvernig Guð kallaði hann til þess að reka sjónvarpsstöðina. He was the first to receive a license to broadcast a Christian channel, Hann var svo fyrsti sem fekk leyfi til þess að boða kristni í sjónvarp á Íslandi. and how he started with only 10 watts transmitter. Og hvernig hann hóf starfið með 10 vatta sendi. But now see what God has done. En sjáu þið hvað Guð hefur gert. You have Omega Channel here in Iceland. Omega stöðin er á Íslandi, You have Gospel Channel in Europe. Gospel Channel Europe er til staðar And you have Gospel Channel Scandinavia. og Gospel Channel Scandinavia From einnig such a humble place. frá þessum stað auðmíktar. You know, when Brother Eric tells us story, Og þegar Eiríkur segir okkur he was söguna, speaking to God when God was calling him. þá var hann að tala við Guð þegar Guð var að kalla I hann. should have been in America Ég hefði átt að vera í Bandaríkjum because in America many people will support me. og þá hafði Eiríkur þessar hugsanir How come from Iceland? að fólkið í Bandaríkjunum myndi It's stöðu, a frekar en small fólkið á country, Íslandi, very small country. frekar en í þessu litla landi hér. But God does not look on how small it is. En Guð lítur ekki á He stærðina. looks on the people and their heart and their composition. Hvað lítur hann? Hann lítur á hjarta mannsins. God knows that it is in this Iceland. Hann veit að á þessu landi He will Íslandi, raise Brother Eric hann mun reisa upp bróður and Eirík he will be very obedient and diligent og sá mun vera hlýðinn og ákveðinn to obey the voice of God að hlýða röddu Guðs and raise up Omega Channel og reisa upp þessa sjónvarpsstöð Omega Gospel to Channel preach the gospel to the nation. að predika fagnaðarerindi til þjóðanna. And from here also preach to the whole world. Já, frá hérðan til alls heimsins. How amazing Stórmerkilegt, God is. undursamlegu Guð. And one thing I know, Og það er eitt sem ég veit, when God called Brother Eric þegar bróður Eiríkur er for kallar this Guði vision, eftir he þessari sín, called every one of you, þá kallaði hann líka öll ykkur, members of Iceland, alla borgara á who Íslandi believe in the Great Commission. sem trúa á boðskapin kristni boðið. If you read the Gospel of Matthew, chapter 28, Ef þið lesið 28. kapla í Mattheusar Guðspjalli from verse 16, frá versi 16, en lærisveinarnir 11 fóru til Galileu, til fjallsins sem Jesús hafði stemt þeim til. Þar sáu þeir hann og veittu honum lotningu, en sumir voru í vafa. praise God. Keep reading. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Praise God. Lofa sé Guð. So this is the gospel we'll always call the Great Commission. Og þetta er hin stóra kristniboðskipun. Jesus said to us to go into all nations Jesús sagði okkur að fara til allra þjóða and make disciples of all nations, og gera lærisveina af öllum þjóðum, baptizing them in the name of the Father, skýra þau í nafni the Son, and Föðurins, the Holy Spirit. Sonarins og Heilags As Anda. many as believed, Og þeir sem trúa, they will be saved. þeir munu frelsa. So this commission was given to every believer, Sjáðu, þetta kristniboð var Every gefið öllum Christian þeim sem trúa, hverjum kristni manni, has received this commission. hver sem hefur tekið við þessari köllun. Before I started pastoring in England, Áður en ég byrjaði að leiða kirkju í Englandi, I traveled as an evangelist.
þá ferðaðist ég sem trúboði, especially in East Africa, sérstaklega í austurhluta and Afríku other parts of the world. og öðrum hluta heimsins I had sömuleiðis. crusades, Ég var með conferences, herferðir og samkomur, and sometimes we have 10,000 people, stundum fengum við 10.000 manns or we have 50,000 people in a stadium. eða jafnvel 50.000 manns á samkomum. That was then. Og það var þá. But now God has given us a powerful tool. En nú hefur Guð gefið okkur þetta mikla tæki In 30 minutes, á 30 mínútum, before a television screen, já, á sjónvarpsskjá, I can be preaching to 500,000 people þá gæti ég verið að predika til at the hálfra same miljónir time á sama tíma at a very cheap cost. með mjög lágum tilkostnaði. Hallelujah. What a Halleluja. miracle. Og því lítið kraftar. I know what it means to pay for a stadium Ég veit hvað það kostar að reka sjónvarpsstöð and bring PA system og til þess að koma með tölvurnar og, and all the logistics. já, og alla þessa tæknilegu þætti. It's a lot of cost. Já, það kostar eitthvað. But today, En nú til I dags, can sit in front of a television þá get ég setið fyrir fram and preach for 30 minutes. myndavél og And predika í many 30 people will be mínútur. saved. Margir munu People will frelsast. be healed and delivered. Menn munu And the læknast. power of God will be revealed. Kraftur Guðs mun ofinberast. But now God has given this vision to Brother Eric En Guð sem hefur gefið Eiríki þessa concerning sín Omega Channel, fyrir Omega, Gospel Channel, Gospel Channel, so that through this signal, þannig að í gegnum þessa the sjónvarpsstöð Great Commission can be fulfilled. þá er þetta að hlýða þessari This kristniboðskipun. gospel of the kingdom Þetta shall fagnaðarendi be preached ríkisins to all mun nations, predika verða öllum and þjóðum then the end will come. og þá mun endurinn koma. Hallelujah. Halleluja. So God is calling you and I Þess vegna er Guð að kalla þig og to mig be missionaries. að vera trúboðar, In fact, Omega Channel missionaries. reyndar Omega God trúboðar. was sharing with Brother Eric Og Guð var að deila með Eiríki that people can become missionaries að menniti geta reyndar orðið to keep trúboðar Omega Channel in the air for 1 hour. til þess að sjónvarpsstöðin geti verið send í klukkustund. And you can pay for the cost of keeping it 1 hour on the air. Já, og þá getum við litið svo á að þú haldir stöðinu út í eina klukkustund. Somebody can be a missionary to pay for 30 minutes. Einhver getur verið trúboði fyrir 30 mínútur, Somebody can be a missionary to pay for 15 minutes. annar verið trúboði fyrir 50 mínútur And jafnvel. when you compare the cost Og þegar þú ber saman kostnaðinn and to the cost of me having a crusade in a stadium, eða við þennan kostnað að vera með samkomi herferð á stórum leikvöngum, the difference is so much. þá er munurinn mjög mikill. For 1 hour, Fyrir eina it will klukkustund only cost 10,000 Iceland kroners. þá kostar það það bil 10.000 krónur íslenskar, ein Það- klukkustund, 30 minutes will cost 5,000. og þá kostar hálfstund 5.000. And 15 minutes is 2,500 kroners. Já, og 15 mínútur eru 2.500. This you Sem- can do. Sem dæmi getur And við you gert cannot þetta. be the missionary Þá getur við verið as trúboði of that time, fyrir þennan tíma. keeping the gospel in the air, Já, haldið fagnaðarerindin reaching the whole nation of í- Iceland. haldið fagnaðarerindin í loftinu fyrir alla íslensku þjóðina. Think about it. Hugsaðu þetta, What a great miracle. þvílíkt kraftaverk. If we want to have a crusade Ef við viljum hafa samkomi to herferð bring 4,000 people together til þess að ná 4.000 mann saman in Iceland, á Íslandi, we need to pay for the biggest auditorium here. þá þurfum við að kaupa og leigja stærstu bygginguna We need to have a lot of PA system, og þá verðum við að fá allskins a lot of tölvu, people to do the work. allskins fólk til þess að But starfa. today we have a miracle En nú höfum við þetta kraftaverk right in your living room. og það er í stofinni You can hjá sit þér. down there Og þarna getur þú and sess you hear the gospel preached to you directly og hlustað á fagnaðarendi bóða þér through Omega Channel. á Omega So sjónvarpsstöð. we need to keep this channel on the air. Þess vegna er svo nöðsynlegt að halda út í þessari We sjónvarpsstöð need to accept responsibility to keep it on the air. og við verðum að taka ábyrðina á því að halda fagnaðarendinu This is úti í loftinu. This is a call of God for all of us. Þetta er köllum Guðs fyrir okkur öll. This vision is not only for Brother Eric. Þessi sín er ekki bara fyrir bróður Eirík, He has been faithful to God en hann hefur verið trúfastu Guði for over 10 years. í meira en 10 ár He's been broadcasting og þá hefur hann verið að bóða þetta á Íslandi í 20 ár reyndar. both in Iceland here, Já, bæði á Íslandi, Europe and Scandinavia, í Evrópu og Norður and Evrópu all over the world right now. og reyndar allan heim If you núna. go into the internet, Ef við förum á you internetið, can hear the gospel preached þá er þetta að heyra fagnaðarendi 24 predikað hours allan sólarhring coming from this árið um kring. island Frá þessari eyju called Iceland.
þessu landi sem kallað God er Ísland. is faithful. Guð er trúfastur. He is trustworthy. Hann er sá hægt að treysta á. He has called you Hann hefur kallað as he þig. has called Brother Eric, Hann hefur kallað Eirík. as he has called me, Hann hefur kallað mig. and all of us together, Öll okkur saman. as united as we are, Og eitt eins og við eigum we að vera, can carry out the Great Commission. þá getum við hlýtt þessari kristni og Jesus skipun. Christ, the Son of God, Jésús Kristur, hins sonu Guðs, gave to the church hann sem gaf that we kirkju should sinni preach this gospel to all nations. þessa skipun að við skuldum predika And það then- öllum þjóðum The end will come. og þá muni endurinn koma. The gospel is the last thing Jesus wants us to preach. Þetta, fagnaðurinn er það sem He Jésús wants vil að við everybody predikum. to have an opportunity Hann vil að allir fái tækifæri to receive the salvation of God. að þykja hjálpræði Guðs. Hallelujah. Halleluja. I remember the message of Cornelius Ég man eftir bóðskapnum Kornelíus in the book of Acts of the Apostles, chapter 10. í Postulasögunni 10. kafla. The Bible said there was a man called Cornelius. Biblían talar man sem hét Kornelíus. He was a devout man. Hann var mjög trúfastur He maður. gave alms generously, Hann gaf ölmusu and he prayed fúslega always to God. og hann bað staðfastlega til The Guðs. Bible declared that one day he was in prayer and fasting. Og Biblían segir frá því einn daginn var hann að biðja An og fasta. angel come from heaven and spoke to him. Og þá kom engill frá himnum og talaði við hann. Cornelius, Cornelius, your prayers and your alms já, bænir þínar og gjafir has come before God hafa stíð upp til Guðs as a memorial. sem minning. Now send for Simon Peter. Sendu eftir Símoni Pétri. He will come and tell you everything Hann mun koma og segja þér allt that you need to know. sem þú þarft að heyra. Hallelujah. Halleluja. And the Bible said Cornelius immediately sent his servants Biblían segir að Cornelius hafi sendt strax þjóna to sína go and look for Peter where he was staying. til þess að leita eftir því hvar Pétur var. Peter obeyed and came. Pétur hlýddi og hann kom When Peter came to the house of Cornelius, og þegar Pétur kom til hús Cornelius Cornelius fell on the floor and worshipped him. og þá fjall Cornelius á fætur sér og Peter og said to byrjaði að him- tilbyða Pétur. Peter said to him, I'm only just but a man, stand up. En Pétur sagði, ég er bara maður, stattu upp. But he said to him, En hann sagði við hann, you know how unlawful it is þú veist hvað ólöglegt það er for me, being a Jew, að mig sem gyðingur to go to the house of a Gentile. að fara í hús heiðingja. But God have revealed to me En Guð hefur opinberað that mér whatever God say is clean, og það sem Guð sagði let no allt, man say is unclean. það sem Guð hefur lýst yfir hreint, Halla- megi engin maður kalla óhreint. Hallelujah. Halleluja. So it doesn't matter how much sin we have committed. Svo það skiptir ekki máli hversu syndugur við When we erum. open our heart to Jesus Þegar við opnum hjart okkur and til Jésu Jesus comes in, og Jésús fær að koma inn, he washes us white as snow. þá mun hann þvo okkur hvíta sem snjó. Hallelujah. Halleluja. Then the Bible declares that Peter began to describe to Cornelius and his household Og þá segir Biblían frá því að Pétur hafi farið að lýsa því fyrir Kornelíus og heimilisfólki hans. and Peter said, Og Pétur sagði, I perceive that God is not a respecter of persons, nú sé ég að Guð fer ekki manngreinar álit, but in every nation, en í hverri þjóð, whoever fears God sú þjóð sem óttast and Guð does what is right og sú sem að fremur in réttlæti the eyes of God í augum Guðs, is accepted by God. hún Guði þóknarleg. How God anointed Jesus Christ of Nazareth, Og hversu Guð smurði Jésu Krist af Nasaret who went about doing good, sem fórum og gerði gott, healing all who were oppressed of the devil, læknaði alla sem þjáði voru á djöflunum for God was with him. vegna þess að Guð var með honum. And the Bible declares, Og Biblían lýsir as yfir Peter speaks, og eins og Pétur the sagði, Holy Spirit fell upon them þá þegar hann talaði þá fjall that heil á heard randi the yfir word. þá sem heyrðu orðið and they began to speak with other og tongues. þeir byrjuðu að tala í öðrum tungum The people who came with Peter, og fólki sem menniti sem kom með who Pétri, were very concerned and suspicious, þeir voru mjög varkárir. they didn't have the mind to believe that God wanted to save the Gentiles. Þeir skildi ekki að Guð vildi frelsa heiðingina líka. The Bible said they were marveled, Biblían segir að þeir hafa verið furðulostnir. seeing that they have received the same gift which was given to them in the upper room. Já, þegar þeir sáu að heiðingetur fengu sömu gjöfuna og þeim var færð í loftstofinni. How the household of Cornelius was, they were praying in other tongues and magnifying God. Já, nú var allt heimilisfólk Kornelíusar að biðja öðrum tungum og mikla Guð. And Peter said, who will stop us from baptizing them? Og þá sagði Pétur, hvað hindrar okkur því þá að leyfa þeim að skýrast? That very day salvation came to the house of Cornelius. Þennan dag kom hjálpræði til hús Kornelíusar.
God wants to do the same thing again today Guð vil gera það sama í dag, in your life, í lífi þínu, in your family, í fjölskyldu in þinni, the life of your children, í lífi barnað in þinni, your marriage, í hjónabandi in your þínu, business. í viðskiptum The þínu. anointing of the Holy Spirit Smurning heilas is anda present with us even right now reiðubúin nú to do something new in your life. til þess að framkvæma eitthvað nýtt í þínu lífi. And God is calling you Og Guð að kalla as þig He called Cornelius, eins og hann kallaði as He Cornelius, called Peter, eins og hann kallaði as He Pétur, called Brother Eric, eins og hann kallaði as bróður He Eirík, called myself. eins og hann kallaði sjálfa mig. All of us, we are obeying God. Við erum öll að And I hlýða pray Guði. that you will hear the voice of God today Og ég bið þess að þú heyrir rödd and Guðs í dag decide to be one of the Omega Channel missionaries. og takir ákvörðunum að vera einn af trúboðum Omega. You'll be willing to carry Omega for 1 hour Og þú myndir vilja styðja Omega í eina or klukkustund for 30 minutes eða í halva klukkustund or for 15 eða í minutes. 15 mínútur. You can do it. Þú getur það. Cornelius did it. Cornelius gerði He það. gave alms generously Hann gaf ölmusu and he rausnarlega prayed to God. og hann bað til An Guðs angel came from heaven from God. og þá sendi hann engil frá I himni til believe hans. that in these last days, Ég trúi því á þessu we are síðustu going dögum to have more ministering angels þá munum við fá fleiri sent from þjónustubundna heaven engla senda frá to himni minister to us sem þjónusta til who okkar are heirs of salvation. sem eru þeir sem munu erfa fagnaðarinn. This is your time. Þetta þinn tími And God has given us this miracle. og Guð hefur gefið okkur þetta He's kraftaverk. given us the satellite signal. Hann hefur gefið okkur stað í gerfinhöfnum. He's given us Omega Channel Hann hefur gefið okkur Omega so sjónvarpsstöðina that through it we can preach the gospel 24 hours. og þannig getum við predikað fagnaðarindið allan sólarhringinn. So people who are confused in their mind, they can hear the good news of Jesus Christ. Þannig að fólk sem bara ruglað hvað snýr upp og niður að það fái heyrt fagnaðarindu Jésu Krist. People who are oppressed, they can hear the good news of Jesus Christ. Fólk sem þjáð af illum öndum, það getur heyrt Jésu Krist Jésu Krist. People who are troubled in their family, they can hear the good news of Jesus Christ. Fólk sem býr við fjölskyldu vanda, það getur heyrt góðu fréttirnar Jésu Krist. Remember what Peter said in the house of Cornelius. Munið þið hvað Pétur sagði í húsi Kornelius? How God anointed Jesus Christ of Nazareth, Hvernig Guð hafði smurt Jésu Krist á Nasaret who went about doing good, sem fórum og gerði gott healing all who were oppressed of the devil. og læknaði alla sem For þjáði voru God djöflunum. was with him. Vegna þess að Guð var The með honum. same way is today. Það sama gildi Jesus nú til said, dags. Jesús I sagði, will not leave you. ég vil ekki I will not yfirgefa ykkur. forsake you. Ég mun ekki I will yfirgefa be ykkur. with you always, Og ég mun vera með þér allt even to the end of til enda time. veraldar. Jesus is with us right now. Jésús með okkur núna. He is right in your home right now. Hann í heimilið á Remember what He heimiliðinu. promised. Munið eftir I will loforðans. never leave you as orphans. Já, ég mun ekki skilja ykkur I eftir will come munaðarlaus. to you. Ég mun koma til I will ykkar send you another in my place. og ég vil senda ykkur einhvern í The minnstað. Holy Spirit. Heilagan anda. He will be your helper. Hann mun hjálpa He þér. will be your teacher. Hann mun kenna He þér. will take what belongs to me and give it to you. Hann mun gefa frá föðurnum og The færa Holy þér. Spirit is right where you are. Heilagur andinn hjá þér. He is willing to heal you from every sickness and infirmity. Hann reiður búinn að lækna þig af öllum sjúkdómum He og is veikindum. willing to reveal the peace of God into your heart. Hann tilbúinn að færa þér frið Guðs inn í hjartaðið. He is willing to make known the plan and the purpose of God for your life. Hann tilbúinn að fræða þig áætlun Guðs með þitt líf. Only if you believe. Einungis að þú trúir. Hallelujah. The Halleluja. Bible tells me that all things are possible for him that believe. Ritað er að sá getur allt sem trúir. And for me, this is one of my great desires for the nation of Og Iceland. þetta einmitt þrá mín fyrir I íslensku þjóðina. pray for a spiritual awakening in the church in Iceland. Ég bið fyrir andleri vakningu í I kirkju am praying Jésu for Krists á a Íslandi. great outpouring of the Holy Spirit over the churches in Iceland. Ég bið fyrir úthellingu heilasandi við kirkju á Íslandi. I am praying for the move of the Spirit through the pastors in Iceland, Ég bið fyrir hreyfingu andans í gegnum hirðana í kirkjunum á Íslandi. because God have a unique plan for this nation. Vegna þess að Guð með einstaka áætlun fyrir Ísland. This is a Christian nation, Þetta kristið þjóð and God have chosen this nation, og Guð hefur útvalið þessa chosen þjóð. Brother Eric, Bróður Eirík, chosen an Omega Channel, útvalið þetta verk fyrir Omega Gospel Channel, og Gospel Channel. and from this island, Og frá þessari the eyju gospel is being preached 24 hours.
fagnaðarerindi boðað reaching allan all sólarhringinn the whole world. og nær til alls heimsins. This is a unique nation. Þetta einstök þjóð. And I pray God will pour His Spirit afresh on this nation, Og ég bið að Guð úthelli heilugum upon anda, the young ferskum and the heilugum anda, old. á unga sem aldna, In the name of í Jesus, nafni Jésu. I pray that the pastors, Ég bið þess að God hirðarnir, will create a deep hunger in their hearts að Guð muni fæða mikið hungur í to hjörtu þeirra, desire the work of the Holy Spirit. til þess að þrá gönguna með I heilugum anda. pray for the quickening of the Spirit Ég bið þess að andin lifni við over þér, your lives, í lífum ykkar, families, fjölskyldum ykkar, in the name of Jesus. í nafni Jésu. I break every yoke of confusion Ég brýt þetta og that allt devil is truflunar using against your life and family. sem djöfullin að starfa með gegn I fjölskyldu þinni. destroy every spirit of despair and apathy. Ég tala gegn öllum íllum öndum, In the name of örvæntingar Jesus Christ of og Nazareth, sinnuleysis í nafni I Jésu Krist. destroy drug addiction, Ég bara fer gegn The öllum power of fíkniefna drug neyslu. addiction, the spirit of drug addiction. I bind that spirit and I break his hold over this nation. Já, þú fíkniefna andi yfir landinu. Ég stend gegn þér, In the gegn name of öllu Jesus þættinu, í Christ of nafni Jésu Nazareth, Krist. I destroy the spirit of pornography. Já, og ég fer gegn anda fyrir klámi In the name of Jesus, í nafni Jésu. I pray that the veil over your eyes will fall off. Og ég bið þess að hulan sem fyrir augum þínum And falli frá þér and God will create a deep hunger og Guð muni skapa hjá for þér the work mikið of the hungur Holy Spirit eftir göngun í and the heilugum work of anda God með göngu Guðs in your life and in your families. í lífi þínu og fjölskyldu In the þínu name of Jesus í Christ nafni of Jésu Nazareth, Krist frá Nasaret. Holy Spirit, Heilagur andi, I release your anointing and your power right now. ég kalla fram þína smurningu Move núna, from this channel. færðu frá þessari Fill every sjónvarpsstöð home. og fylltu heimilin, Fill every mind. fylltu huga Fill fólksins, every house fylltu where húsin this signal is being broadcast right now. og það sem þessi stöð er í móttöki And núna. let your glory cover this nation. Megi dýr þín umvefja þessa Let your þjóð, power cover this nation. megi kraftu þín fara yfir þessa And þjóð let every work of darkness be destroyed. og megi öll verk óvinnarins In the brotin name aftur of Jesus. í Jésu I nafni. lose everyone that is bound Ég leysi alla þeir sem eru by fjötraðir, religious spirit. þá sem eru með I break his svokallaða power. trúræknisanda. I destroy his control. Ég brýt þetta In ok the af name ykkur of Jesus. í nafni Jésu. I release the simplicity of the Holy Spirit. Já, ég bara kalla fram Over this einfaldleika, nation. heilas anda Father, send yfir þessa revival. þjóð. Sendu Send faðinu, revival. sendu Send faðinu, revival. sendu vakningu Revive faðinu. this nation again. Vekk þessa þjóð enn einu sinni faðir In the name of í Jesus. nafni Jésu. I want you to call Ég vil að þú hringir and let us know if God have touched you ef að Guð hefur snert við þér. as you hear this message. Hringdu á I sjónvarpsstöðina want you Omega. to let Brother Eric know that you're standing with him Láttu Eirík, bróður Eirík, to keep Omega Vita. on the air. að þú ætlar að standa með honum í að sjónvarpa We want áfram. to know what God is doing in your life. Við viljum vita hvað Guð er að gera í þínu I lífi. am confident the anointing of the Holy Spirit is flowing right now Ég er fullviss að smörning like heilans anda liquid fire flæði eins og fljótandi right eldur into your home. inn í heimili þitt Every spiritual weakness in your body, og öll andleg veikindi í I þínu command líkama. it to leave right now. Allur slíkur andi, ég In the skipa name þér of Jesus, að yfirgefa I líkamenninu í release Jésu the nafni. anointing of God Komi andi Guðs yfir þig to quicken you. til þess að hressa þig. I release the spirit of intercession Já, komi andi fyrirbæna so yfir þig. God will quicken you to pray Að Guð muni vekja þig til bæna for the protection of this nation. til verndar þessu landi og þessari I þjóð. thank God for your life Ég þakka Guði fyrir líf þitt. and I thank God for Brother Eric, Ég þakka Guði fyrir bróður Eirík, Omega Channel, fyrir Omega stöðuna and the nation of Iceland. og fyrir þjóðina á I Íslandi. bless this nation Ég blessa þetta land in the name of Jesus Christ í of nafni Nazareth. Jésu Krist frá And I Nasaret. thank God for the work you are doing, Og ég þakka Guði fyrir the það sem þú ert support að you have gera given Omega og Channel, þennan stuðning sem þú hefur veitt and stöðun the support you've given to Brother Eric. og þennan stuðning sem þú You veitt bróður believe Eirík. in his vision Þú trúir á hans and sín his calling. og hans köllun. May God bless you and May keep you. Guð blessa þig og varðveita I þig. will see you again. Við sjáumst aftur. My name is Bishop Simon Ihanacho, Nafn mitt er Bishop Simon Ihanacho and I thank God for your life. og ég þakka Guði fyrir þitt It's a líf. pleasure to come to Iceland. Það er mikil ánægja að fá að koma til Íslands. May God bless you May Guð blessa þig in Jesus' name. í Jésu nafni. Amen. Amen.